Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Sestur hérna hjá mér hann Steingrímur J. Sigfússon, alþingismaður, vertu velkominn. Takk. Við myndum okkur bara beint í þetta, hlutabréf falla og krónan fellur og Seðlabankinn hækkar vexti, hvernig líst þér á? Já, mér líst auðvitað þunglega á þetta eins og ég held að flestum geri nú orðið og það ekkert gaman að horfa á þetta ástand halda áfram og tilraunir eins og stýrivaxtahækkanirnar miklu kringum páskana og eftir páskana þær hafa nú ekki skilað okkur meiru en þessu sem við stöndum núna frammi fyrir. En það var það að mínum að orðið ljóst að einmanna stýrivaxtahækkanir Seðlabankans dygði ekkert lengur og ég held að það hafi orðið flestum mikið áfall þegar að Seðlabankinn kemur með ný peningamál 10. apríl, spáir mjög illa horfurnar, hruni á fasteignaverði, mikilli verðbólgu, hækkar svona næstum með örvæntingar brag stýrivextina 50 púnta en ekkert fylgir með og ríkisstjórnin hvergi nálæg. Þannig að við búum áfram við sama ástand, ríkisstjórnin og Seðlabankinn vinna ekki saman, ekki í takt og Seðlabankinn berst eiginlega vonlausri baráttu á hæl og hnakka og þetta gengur ekki, þetta ástand. Hvers vegna eru þessir tveir aðilar ekki að vinna saman að þínum mati? Það er búið að vera að mínum mati vandamál og veikleiki í okkar efnahagsmálum og hagstjórn misserabil að þarna hefur einhvern veginn ekki verið eðlilegt samstarf, eðlileg samvinna. Hvers vegna ekki? Ég átta mig bara ekki á því. Auðvitað er Seðlabankinn sjálfstæður á lögum en hann vinnur enga síður á grundvelli samkomulags við ríkisstjórnina frá 27. mars 2001. Það samkomulag er enn í gildi. Þar eru lagðar línur stjórn peningamála. Ríkisstjórnin hefur ekki óskað eftir breytingum á því. Hún hefur ekki haft neitt frumkvæði að því að taka það þó upp við Seðlabankann, heyrðu við verum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og þvert á móti hefur hún lengst af þessa tíma, þessa þenslu og útrása skeiðs unni gegn Seðlabankann. Það er staðreynd. Seðlabankinn ekki hafinn yfir gagnrýni. Er einhver kerkja þarna á milli? Já, það held ég að sé. Ég hef lagt fram fyrirspurn á Alþingi það. Ég vil bara fá upp á borðið staðreyndirnar þessi samskipti. Þú hefur þína tilfinningu á málinu. Hvað heldur það sé í gangi? Ég held að þarna hafi einhvern veginn alls ekki tekist eðlilegt samstarf. Það sé einhverja misstemmingar, einhver ágreiningur kannski. En hann verður bara að koma upp á borðið. Einhver valdabarátta? Nei, ég vil nú ekki segja það. En einhver leyti kannski ágreiningur leiðir. Nú, mér finnst auðvitað, ég vil bara segja það eins og það að mér finnst ríkisstjórnin hafa verið algjörlega sofandi í þessum málum og það sé orðið mjög ámælisvert í raun og veru hvernig bæði fyrrverandi ríkisstjórn lengi og svo núverandi ríkisstjórn í næstum heilt ár hafa bara í raun og veru skilað ekkert verið með í þessu. Og þrátt fyrir hérna alvarlegu vísbendingar og fyrirsjáanlegar hættur sem blöstu við að þetta mikla jafnvægisleysi, þessi gríðarlegi viðskiptahalli, verðbólguþrýstingur og vandræði gæti ekki endana með illa þá hafa menn ekkert gert. Að einhver leyti held ég bara pólitískum ástæðum. Það mátti bara ekki viðurkenna annað en hér væri góðæri og allt í fína lagi. Þó að þjóðarskútan væri bara sakka niður í skuldum og það blasir við hverju manni og þú getur ekki rekið þjóðarbúið frekar en þú getur rekið fyrirtæki eða heimili. Ef vantar frá 15 upp í 25% upp á að tekjurnar dugi fyrir útgjöldum. Það veit allir hvernig slíkt endar. Já. Viðskiptalífið er mjög, maður segir bara fúlt út í ríkisstjórnina fyrir að gera ekki meira því að þeir koma reglulega fram og segja að þeir geri sér grein fyrir hættunni og alvarleikanum en síðan koma þeir ekki með neina lausnir. Sama hversu margir blaðamannafundir verða þá koma þeir aldrei með neina lausn. Hvers vegna er það? Skilja þeir ekki málið? Sko, ég held að alvarlegast og kannski mislukkaðasta yfirlýsingin hafi verið yfirlýsing forsætisráðherra fyrir páska þegar hann kemur út af ríkisstjórnarfundi á föstudegi í þeirri viku þegar að hlutabréfavísitölur og gengisvísitölur tóku meiri dýfur og sveifluðust meira en nokkru sinni fyrr. Hann er staddur í ólgusjónum miðjum og segir hvað ríkisstjórnin sér ekki tilefni til aðgerða. Ég held að hann bætt við kannski að svo stöddu. Það leiddi til þess að Seðlabankinn þorði ekki að opna markaðina á þriðjudaginn eftir páska fyrir hann var búinn að hækka stýrivextina 125 púnta og grípa að þannig laga til enn einnar og mjög harkalegrar vaxtahækkunar. Það dugði vall út vikuna. Þá var gengið og bréfin komin á svipaða slóðir og þau voru þegar hún byrjaði. Og svo kemur 10. apríl, löngu ákveðin og fyrirfram ákveðin vaxtaákvörðunardagur og að þá kæmi út ný þjóðhagsspá og ný peningamál og þá voru búin að byggjast upp væntingar að nú myndi eitthvað gerast, það yrðu sagðar einhverja góðar fréttir. Nei, niðurstaðan ofboðsleg vonbrigði sem leiddu beint út á markaðinn og við þetta ástand búum við enn. Nú er það auðvitað þannig að menn vinna þessa hluti ekki í beinni útsendingu og ég hef alveg skilning á því að Seðlabanki og ríkisstjórn þurfi að vera í skjóli þegar þeir eru að leggja drög að aðgerðunum og helst geta svo bara tilkynnt þær, hvort sem það er þá lántaka eða aðrar slíkar aðgerðir.
En þetta þolir ekki mikla bið. Það vissulega rétt að ástandið óhagstætt núna til þess að taka stóra erlend lán til að styrkja gjaldeyrisvaraforðan eða hvað það annað sem menn vilja reyna að gera svona til að tryggja sig. Og það vandasamt að gera það því þetta má ekki hafa á sér yfirbragð einhverjar örvæntingar. Því miður held ég til dæmis að ferðalög forsætisráðherra og utanríkisráðherra út lönd og þegar þau voru að bjóða upp á sjálfsíð viðtöl til þess að reyna að segja við alla að það er allt í lagi á Íslandi. Já, en þurftum við það ekki samt? Ég held að það hafi verkað öfugt. Ég held að hafi haft á sér örvæntingar yfirbragð. Það hafi í raun og veru kannski ekkert hjálpað. Ég held að sé líka í aðalatriðum annarra aðila að koma réttum upplýsingum og framfæri tölulegar staðreyndir í efnahagsmálum. Þannig að það er vandasamt að gera þetta, það er það. En það sem ég held að verða að gera núna... Hvað myndir þú einmitt gera ef að þú væri forsætisráðherra, þú kannst svo sannarlega gagnrýna, en hver er þá lausnin? Ég myndi gera innan fárra daga að ef ég væri ekki komin með samninga í hendur við til dæmis norrænu seðlabankana, evrópska seðlabankan, norræna fjárfestingabankana eða hverjir það gætu verið sem gætu tryggt ríkissjóði lán og staðan væri þannig að það þyrfti að vinna í því áfram, þá myndi ég enga síður tilkynna aðgerðirnar, ég myndi tilkynna áætlunina, ég myndi segja ríkisstjórn og seðlabanki hafa komið sér saman að vinna samkvæmt aðgerðar áætlun í þrepum og áföngum að því að styrkja gjaldeyrisvaraforðan svo mikið og tryggja lausafjár aðgang bankana og verja þjóðarbúið og heimilin fyrir áföllum. Og það er útgangspunktur allra hluta í þessum efnum að mínu mati. Við förum ekki að fara í aðgerðir sem miða að því að halda fjármálastofnunum gangandi og svo framvegis af samúð með þeim. Ef við gerum aðgerðir af því tagi þá er það til þess að verja heimilin, til þess að verja lífskjörin, kaupmáttinn og að fólk missi ekki íbúðirnar sínar og það. Þannig að þetta er tilkynningi sem þú myndir fara fram og síðan myndir fylginni. Já, sjálfsögðu. En það er náttúrulega hræðilegt að þetta er á hræðilegum kjörum sem þetta þyrfti að vera gert. En ef við sýnum einbeittan vilja og ásetning og komum fram saman og ef þetta er bakkað upp af fjármálastofnunum og jável að lífeyrissjóðirnir væru með við borðið og það kemur alveg til greina að þeir gætu verið þáttakendur í því gegnum það að beita fjárfestingarafli sínu á þann hátt að það hjálpaði til. Að sjálfsögðu má ekki hætta þeirra fé. En ef allir væru saman og allt í einu kæmi þau skilaboð frá Íslandi, það er búið að stilla saman strengi, allar máttarstoðir, ríkisstjórn, seðlabanki, fjármálaheimurinn, atvinnulífið, lífeyrissjóðirnir, stéttarfélögin og aðalar vinnumarkaðarins ætla að fara saman í gegnum þetta til að verja þjóðarbúið fyrir frekari áföllum. Og við gerum það á grundvelli þessarar áætlunar að efla gjaldeyrisvaraforðan, styrkja eigið seðlabankans, við örva sparnað innanlands með dýpka skuldabréfamarkaðinn, jafna lífskjörin, við ætlum að hækka vaxta húsaleigubætur, barnabætur til þess að verja fjölskyldurnar, beitum íbúðalánasjóði, látum hann bjóða upp á greiðsluerfiðleikalán, allt svo það er hægt að gera ótal mikið. En menn bara koma sér að því og það verður að gera þá kröfu til ríkisstjórnar að hún vinni vinnuna sína, sé nú helst í landinu, svona í aðalatriðum, eða bara hún fari frá eða við bara stokkum spilin alveg upp. Hvort sem það er þá þjóðstjórn eða kosningar eða hvað það er. Þú hefur sterkar skoðunar á sig, ég veit þið dreymir vinstri stjórn. Akkur býður ekki Ingibjörgu að slíta þessari stjórn og koma með þér í stjórn? Við erum alltaf til viðræðu og við höfum fært okkar fram. Við höfum fyrst flokka lagt fram mótar tillögur, gerðum það strax í byrjun mars og menn hefur betur hlustað á þar þá og framkvæmt þar þá. Því það hefði geta varið okkur fyrir þessari miklu niðursveiflu núna fram að og eftir páskana. En menn hefðu tímanlegar gripið í taumana. Og þess vegna er það sem að andvaraleysi ríkisstjórnarinnar er að verða okkur svo dýrt. Hver vika kostar bara milljarðatugi og eykur áhættuna á því að það fari mjög illa. Nú er það auðvitað ekki þannig að það sé allt svart í þessu. Það eru líka jákvæðir hlutir til staðar hvað varðar til dæmis að ríkissjóður stendur vel og það er þetta að beita honum og væntanlega er ekkert annað framundan en að horfast í augu við það að hann verði rekinn með halla á næstunni. Við erum með lífeyrissjóðina, við erum með unga og velmenntaða og kraftmikla og vinnusama þjóð. Þannig að við auðvitað vinnum okkur í gegnum þessa erfiðleika en menn verða þar að koma sér að verki. Er rétt að ríkisstjórnin hafi fyrir nokkrum mánuðum hafnað eða ekkert gert með beiðni frá Seðlabankanum að auka gjaldeyrisvaraforðann? Ég hef ekki sannanir fyrir því en það var þrálátur orðrómur á kreikjum þetta í síðustu viku. Hvaðan hefur þínar heimildir? Ég hef þær úr fjármálaheiminum og ég fá þetta bara upp á borðið. Ég vil bara, vonandi getur forsætisráðherra fullvissa mig að þetta sé ekki, en þessi orðrómur grasserar og þetta á ekki að vera að tala þetta út í hornum. Og ég vil fá bara upp á borðið öll samskipti ríkisstjórnar og Seðlabanka. Hvenær funduðu þeir, hafa gengið bréf og orðsendingar á milli og hvernig er þessu háttað? Því að það má ekki, það er eitt af því sem veldur óvissu. Það er farið að vera þannig í útlöndum að það vekur athygli hvað stjórnvöld er einhvern veginn fjarlæg og dauf í þessu máli. Það er skrifað það í erlendum blöðum.
og þannig að það orðið vandamál í sjálfu sér, þetta aðgerðaleysi og svo vandaháttur ríkisstjórnarinnar. Og við þurfum að fullvissa mennum að nú séu þessu lokið. Við höfum bara ekki efni á þessu lengur. Við getum ekki leyft okkur þetta. Þjóðin á annað og betra skilið en að þeir aðilar sem eiga að vera að sinna þessum verkum gerið ekki. Steingrímur J. Sigfússon, tíminn er flóið frá okkur. Takk hérlega fyrir komuna. Takk að þér. Segjum þetta gott af hádegisviðtalinu, verið sæl.